Góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 133 af sjónvarpslausum fimmtudögum. Þetta er óvanalegu þáttur í dag. Það var tilkynnt að nú skyldi efna til þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðlögunarviðræður að Evrópusambandinu í lok ágúst. Ráðherrar kynntu þetta eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Við höfðum áformað að vera að ræða eitt og annað af nógu að taka. En við ætlum að geyma það til næsta þáttar að fara í gegnum það sem hefur verið í gangi svona á öðrum vígstöðum. Sigmundur Davíð, hvernig líst þér á málið til daginn? Já, þetta var orðið nokkuð fyrirsjáanlegt, ekki vegna þess að ráðherrarnir höfðu sagt þjóðinni eða íslenskum fjölmiðlum, heldur vegna þess að maður gæti lesið í erlendum fjölmiðlum, haft eftir einhverjum innanbúðarmönnum í Brussel. Heldur einhver önnur þjóð myndi nálgast, einhver önnur ríkisstjórn myndi nálgast sína þjóð þannig að segja, láta allt leka í gegnum erlenda fjölmiðla? Þetta er náttúrulega alveg óhemju hallærislegt. Glatað af hálfu ríkisstjórnarlands að vera í einhverju undirferli og plotti með embættismönnum í Brussel það hvernig eigi að koma Íslandi þangað inn og að þjóðin sem er undir, Íslendingar, þurfa að heyra af þessu frá erlendum blaðamönnum með kontakta á skrifstofum Evrópusambandsins. En hugsa sér ef að þau upplifa þau þurfa að plotta svona mikið bara í aðdraganda þess að kynna þingsályktunartillögu. Já, þú getur rétt ímyndað hvað tekur þá við. Bara eins og Steingrímur J sagði forðum, you ain't seen nothing yet. Já. Þannig að þetta eru áhugaverðir tímar framundan og dagar og vikur og mánuðir. En tímasetningin 29. ágúst, þetta er svona, það sagði nú í gríni hérna fyrir í dag þegar við vorum búin að gærkvöldi sennilega, þegar þau höfðu tilkynnt blaðamannafundinn, ætluðu setja þetta ekki á hann fyrsta sunnudag í ágúst, eða fyrsta mánudag í ágúst segi ég, verslunarmannahelgina, það var næstu því. Já. Það var eyðileggja sumarið fyrir fólki. Það er ekki nóg með að haustið, verðmætasköpunar haustið hafi verið eyðilagt. Og svo veturinn líka núna, við sjáum ófremdar ástandið sem er ríkjandi hér í efnahagsmálum. Verðbólguveturinn, já. Það var eyðileggja sumarið líka. Og þetta er auðvitað alveg óþolandi að við séum undir slíkri ríkisstjórn þar sem að allt gengur út á að lifa og birtist í endalausum hrossakaupum milli flokkana, þar sem að einn flokkur krefst alls konar hluta sem að hinir kannski telja fráleita en gefa eftir af því að þeir þurfa að fá sitt. Og í tilviki Viðreisnar vita allir hvað þeirra eina mál það er Evrópusambandið. Og flokkurinn þess að láta sig hafa alls konar hluti til þess að fá svo núna að koma með þetta fram. Ég er samt svolítið hissa á Kristrúnu Frostadóttur að gefa þetta eftir og það strax á þessum tímapunkti. Hún var ekkert mjög staffyrir á þessum fundi í morgun þótti mér. Nei. En ég held að sé bara kúið, Þorgerður hafi kúað hana til að gera þetta rétt eins og flokkur fólksins kúaði bæði Þorgerði og Kristrúnu til þess að gera hluti sem þær langar ekki. En hvað segir Þorgerði við Kristrúnu? Já, ef þú gerir þetta ekki núna, þá fer ég í samstarf við Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er einhver þvæla, Þetta hefur ekki nein húsa verndan lengur. Nei, þessna kemur Kristrún mér óvart. Maður hefði haldið að hún gerði sig grein fyrir eigin stöðu innan ríkisstjórnarinnar sem ættir að vera sterkar en svo að hún þurfa að láta undan þessu og annað út í þetta. Því þetta er líka svo mikil uppgjöf fyrir hana og ríkisstjórnina að nú þegar ekkert hefur gengið eftir að því sem að þau lofuðu og síðasta kosningabarátta gekk út á. Planið, nániður í vöxtum og verðbólgu, atvinnu uppbygging, fasteignamálin, allt þetta sem ríkisstjórnin lét kjósa sig út á og allt þróast til verri vegar, ekki hvað síst vegna aðgerða og aðgerðaleysis þessari ríkisstjórnar. Að í stað þess að bretta þá upp ermar og reyna að láta verkin tala, sýna að menn gerir sér grein fyrir vandanum ástandinu, þá er farið í þessa stærstu reyksprengju sem að hægt verið að finna og táragass á þjóðina í formi þess að láta hér allt snúast Evrópusamband aðild. Og svo er þetta gert svo óheiðarlega eins og við höfum þetta varað við fyrir þáttum og sjáum núna raungerast að brosandi segja þeir bara
þetta sé nú ekkit spurningum að gangi Evrópusambandið heldur að kíkja í pakkan og sjá hvað er í boði. Einmitt, þetta er auðvitað Þetta er allt sem á undan er gengið. Sko, Og hvort hafa þær ekki hugmyndum hvað Evrópusambandið er og hvernig þetta virkar, eða treysta þær á að almenningur skilja þetta ekki og það sé hægt að plata fólk. ég held að það setni útskýringi sé því miður raunin sem er miklu verra heldur en hinn fyrri. Það er hægt að fyrirgefa svona afglapahátt, en það er verra og ólíklega að það verið fyrirgefin svona blekkingarleikur eins og í stefnir. Já, og þetta verður, eins og þú nefndir hér í upphafi, meiri blekkingarleikur eftir því sem álíður, byrjaði með blekkingum og það er halda áfram. Ég tók eftir því að Þorgerður sagði á blaðamannafundunum sem hún hafði reynda sagt í viðtali í gær held ég líka, að hún myndi sko ekki skrifa undir samning sem hún væri ekki sátt við. Þorgerður myndi skrifa undir eigin geimferðaáætlun til að fá að koma þess áfram. Já, dettur einhverjum það í hug að þetta hafi verið einlæg yfirlýsing hjá henni, dettur einhverjum í hug að við einhverjar aðstæður að Þorgerður Katrín væri búin að halda utan viðræður við Evrópusambandið og klára það og myndi svo bara segja nei, heyrðu, við fengum ekki það sem við vildum, en ég ætla ekki að skrifa undir þetta. Þetta er útilokað. Held að þeirra fólk sé fíbl. Já, stuðullin á Epic Bet væri 1,0 á þetta. Nei, þetta er einhvern veginn og sko aftur að því sko hvor ástæðan eða nálgunin er verri. Það að þær ætli með svona augljósum hætti að fara af stað í þessa blekkingavegferð. Það sem því er haldið fram eins og þú sagðir að það væri í einhvern pakka kíkja. Sko þetta var kallað bjölluatvað það ekki. Þegar Össur og Steingrímur Jóð og Jóhanna Sigurðardóttir lögðu af stað í vegferðina á Forðum. Þá var held ég lokað 11 eða 13 köflum, held ég 13. Já. Núna mæta þær á þessum blaðamannafund áðan og segja, stað okkar er miklu sterkari heldur en þá var. En sko þá samt að nota alla þá vinnu, sko. Menn ætla að halda áfram frá þeim punkti þar sem var lokað 13 köflum af... Sem að Ísland hafi nýverið verið lýst gjaldþrota af ríkjum í Evrópusambandinu. Allt í steik. Allt í steik og þá átti þetta að vera lausnin og Ísland trýtla til Evrópusambandsins með skottið á milli lappana og hamast í því að gefa eftir sem flestum köflum, en það á að vera byrjunarpunkturinn hjá þeim. Það á þjóðin að greiða atkvæði, hvort að hún vilji taka upp þráðina sem Össur Skarphéðinsson sem hún skildi við hann fyrir 13 árum. Fyrir hönd Steingríms Jóð og Jóhannu Sigurðardóttur. Nákvæmlega. Nei, þetta eitt og sér, bara að segja þetta upp átt, ætti að duga til þess að meirihluti landsmanna myndi hugsa, ok, það er eitthvað skrítið í gangi hérna. Auðvitað voru bara þessar var þessum viðræðum slitið á sínum tíma og auðvitað voru það settar var þeim slúttað í raun af Össuri Skarphéðinssyni að því hann vissi að lengra yrði ekki komist. Já. Bara að því hann vissi að sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn myndi enda með þeim hætti að það enda allt út í mýri. Já. Þannig að og það er auðvitað það sem mun gerast aftur í raun, en leið og hérna er búið að plata fram samþykki þessara tillögu 29. ágúst ef svo illa fer, þá fer af stað aðlögunarferlið, eða réttar sagt, heldur það áfram. Já. Og nægur er áhuginn inn í stjórnkerfinu til að ýta því að stað. Það er verið með stjórnkerfið í því að hamast í þessu og gefa út einhverja skýringar sem að þær telja að gera gagn í þessari baráttu. Það er verða með embættismennina sem að langa svo að gleypa Ísland, embættismennina í Brussel með sér í liði til þess að mæta við tulja á RÚV eða annar staðar og útskýra hvað þetta sé allt saman gott. Það er verða með íslensku fjölmiðlana að miklu leyti með sér í liði við það að draga upp ákveðna mynd, ákveðin Pótemkin tjöld, falsmynd af þessu öllu saman og þannig stendur til að tróða Íslendingum þarna inn, ekki á grundvelli upplýstrar umræðu, heldur á grundvelli undirferli og blekkinga þar sem að ein sneið verður tekin í einu þangað til menn komast ekki tilbaka. Og svo munu þær segja í lokinni ef þær komast það langt. Við náðum hérna stórkostlegum samningum, Ísland fékk undanþágur og við reynum að benda á þetta er engar undanþágur. Eins og við gerðum í ETS-inu, þar sem að því var haldið fram að við höfum fengið undanþágur. Og svo kemur í ljós loksins 3 árum seinna þegar að tímabundni afslátturinn sem aðrar þjóðir fengur reyndar líka þegar hann var runnin út. Þetta voru engar undanþágur.
En þá er skaðinn skeður og þannig hugsaðir sér að koma Íslendingum inn í ESB, halda einhverju fram, einhverju bulli í samræmi þess að hann hafa verið að bulla að undanförnu í sínum eigin veruleika, eða þeim sýndar veruleika sem þeir eru að reyna að búa til. Og muni segja, hérna fengum við alveg ótrúlega góða samninga og tekið tillit til Íslands, allir þessi frasar, tekið tillit til Íslands á sviði sjávarútvegsmála og hitt og þetta. Og við getum jafnvel fengið flýtileiðin í evruna og eitthvað svona verður þetta spilað. Og þá verður spurningin sem að fólk verður spurt, við ætlar ekki að þiggja þennan frábæra díl sem að liggur hérna fyrir. Bara eins og í ICEF 1 og 2? Nákvæmlega eins og í ICEF 1 og 2. Og svo kemur raunveruleikinn í ljós síðar þegar að skaðinn er skeður og Ísland komið inn í Evrópusambandið sem er á fallanda fæti og þjóðir þar inni ósáttar af ótal ástæðum. Sambandið að reyna að þróast yfir í ennþá meira sambandsríki, að verða eitt ríki. Federalistarnir að sækja sér veðrið þar. Bara talið nauðsynlegt sagði Draghi-skýrslunni. Já, einmitt. Og hér. Þau eru ekkert að draga fjöður yfir þetta út í Brussel. Nei. Þau eru alveg heiðarleg með þetta. Rétt eins og þau eru heiðarleg með það að það er engar varanlega undanþágur frá regluverkinu. Það er eins og þær haldi hérna, þessar svokölluðu valkyrjur, að það komið bara fréttir hérna með vorskipunum og enginn geti athugað það sjálfur hvað snýr upp og niður og hver er raunveruleikinn hann úti, hvað Evrópusambandið sjálft segir, hvað er að gerast þar, hver staðan er. Og þær geti dregið upp einhverja rósröða mynd. Dreist á fjölmiðlanefnd Evrópu. Passu upp á að slíkar upplýsingar berist raunverulega bara með vorskipinu. 27. Akkurat. Nei, þetta er einhvern veginn, sko, og aðeins kannski, bara að því við kláruðum það ekki, bara dagsetningin, 29. ágúst. Sko, þarna eru þær vafalaust að treysta að einhverju marki á það að þarna verði annarhver Íslendingur búin að vera einhver staðar á suðrænum slóðum í hlýju loftslagi, að kaupa sér mat og ís á slikka eigin mati, en frá fólki sem fær borga 500 kall á tíman. Já. Það er nefnilega það sem þau segi ekki. Það verður að setja þetta í samhengi. Og það er sko eitthvað sko, ég ætla ekki að nota orðið sem ég kemur til hugar, en það er samt einhver svona, það er einhver ónotalegheit í því að selja Íslendingum einhverja mynd af heimi þar sem að sko laun og lífsskilyrði allt öðrum hætt en hérna er. Það verður að skoða hvert svæði fyrir sig. Það vita það allir að vextir eru mismunandi á milli landa innan evrusvæðisins. Það vita það allir að verðbólga er með ólíkum hætti. Bara við þurfum að gera sömu hlutina hér til að ná stjórn á efnahagsmálunum og ég held að það sem þær séu raunverulega víkja sér undan núna. Það er, þeim fallast hendur núna. Það er planið hefur ekki gengið upp, heldur staðan verri, heldur en þau tóku við. Og ég held að, sko, þetta hljóta að vera skýringin á því að Kristrún fallist á þetta gönulhlaup Þorgerðar. Já. Og svo nú eiginlega bara annar kapítuli þessi flokkur fólksins. En bara, sko, ég held þeim hafi bara fallist hendur gagnvart stjórn efnahagsmála og þess vegna sé þetta svona gera úr deil fríkartið eins og í borðspilunum. Bara nú eigi að beina umræðinu þangað og bara vinna þessar aðlugun og vona að það drægi fókusinn frá því sem að við blasi sem nærtækast á vandamálið. Þetta er sennilegast skýringin. Kristrún bara sjáu að þetta er ekkert að ganga og í stað þess að bregðast við og breytum stefnu þá eigi að dreifa athyglinni. En sko, bara þessi 29. er ekki 29. ágúst? Já, 29. ágúst. Sko, þetta er á bara svo margra hluta vegna fráleitu tími til að við hafa svona kosningu. Ég ætla að gera það tillögu minni hérna að afmælisdagurinn minn, 27. september, verði undirlagður undir þessa dellukosningu. Það er laugardagur. Og hérna, þá er allavega þingi komið saman, menn hafa sko smá tíma til að ræða þetta og glöggva svo hlutunum eftir að fjölskyldur landsins skila sér úr sumarfríi og svo höfum við þarna 2 snarpar vikur í þinginu áður en til þess að kemur sko. Þegar 29. ágúst bara þetta bara teiknar upp á þá mynd að ríkisstjórnarflokkarnir vilja sem minnsta efnislega umræðu. Þetta er bara tímaramminn sem að sko stór hluti þjóðarinnar er ennþá í fríi og svona aðeins að tikka af stað eftir sumarfrí. Og
og til þess er þá vantarlega leikurinn gerður að ekki aðeins keyra þetta hratt áfram heldur á tíma þegar að sem minnst umræða hefur átt sér stað. Fólk upptekið við annað, nennir kannski ekki í sumarfríinu að liggja yfir einhverjum upplýsingum Evrópusambandið. Þannig að þetta er allt liður í því sama. Heyrðu, ég held þetta er komið. Þetta er sama nálgun og Dagur B. Eggertsson hefur alltaf viðhaft hvað varðar erfið skipulagsmál og gagnvart flugvellinum. Þau eru yfirleitt kynnt í svona lok júní, júlí með 2 vikna umsagnarferli. Og bara þegar hann veit að enginn fer hann á heimasíðu Reykjavíkurborgar og er að tekka. Er þetta ekki bara á svipuðu með því? Já, alveg örugglega. Hefur ekki Dagur lagt þetta til? Af því þetta gengur allt út á því að fólk hafi sem minnstar upplýsingar og viti sem minnst. Já. En þetta og síðan er spurningin, það eins og svo sem reikna mátti með. Spurningin leiðir ekki fram áhrif og efnisatriði málsins. Spurningin er, viltu halda áfram, eins og aldrei hafi verið hætt, viltu halda áfram, ok, ég er erfitt með að segja þetta, en þau segja í tillögunni aðildarviðræðum, sem eru aðlögunarviðræður, það er nú eitt falsið. Viltu halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu? Þetta er stæðsta blekkingin. Þetta er kíkja í pakkan blekkingin. Og þarna er auðvitað fyrsti tíminn bestur fyrir almenning að átta sig á og bara hlusta á Stefán Füle, stækkunarstjórann þegar Össur var hengdur út í þerris þarna forðum á sameiginlega blaðamannafundinum. Ég held við eigum þá klipp einhver stað, við skulum setja hann í næsta þátt. En það er ekki neitt að semja. Þannig að það halda áfram aðildarviðræðum, það er stóra blekkingin. Liggur það ekki þannig? Fullkomlega þannig og það er nú til marks hvers eðlis aðlögunarviðræður raunverulega eru. Og þetta gleymist iðulega, finnst mér, í umræðan þessi mál. Að þegar að ríki er búið að sækjum og er í aðlögunarviðræðunum, þá er það ekki bara að útskýra hvernig það ætla að uppfylla kröfur Evrópusambandsins sem er gert í þessum köflum. Það á að byrja strax á meðan á viðræðunum stendur að aðlaga sig. Af því Evrópusambandinu dettur ekki til hugar að nein stjórnvöld sé að sækjum aðild þarna nema ætla sér inn. Nákvæmlega. Þess vegna á umsóknarríkið að byrja að setja upp stofnanir, nýjar stofnanir, eftirlitsstofnanir og allt mögulegt, en að Evrópusambandið gerði athugasemdir við það á sínum tíma, það væri ekki nógu stórt bákn hérna. Ef það er einhvað sem Evrópusambandið elskar, þá er það skriffinnska. Verður einhver eftir til að búa til verðmæti? það maður spyr sig. En miðað við það bák sem á að verða til hérna, svo Ísland geti orðið aðilega Evrópusambandinu, þá verður ekkert mörgum til að dreifa. Ætli leysi það ekki með því að flytja inn fleira fólk og ætlist til þess að Íslendingarnir vinni allir hjá hinn opinbera og hinnum ýmsu eftirlitsstofnunum. Já, heyrðu, við þurfum eiginlega að draga svona lín í sandinn, Ef að segja, þegar Guðmundur Fertramur og hann ríkisstarfsmaður, þá er þetta tapað. Ég hugsa að hann verði nú með þeim síðustu. Það tapað nokkru áðum, ég halda. En þetta staðan er ekki góð eins og hún er, hvað hlutföllin þarna varðar. En þetta segir Evrópusambandið hygglust og afdráttarlaust. Á meðan á aðlögun stendur, þá ætti að byrja að setja upp stofnanirnar, þá ætti að fara að ráða fólkið og þetta að gera lagabreytingar. Þannig að Já, við sáum þetta þegar Steingrímur og Jóhanna voru með Össur hlaupandi á undan á sín tíma 2009-2000 var þetta ekki 11 sem að hann kastar inn hanglaðin eða var það 12? 12-13. 12-13, já. Það já, auðvitað 12-13, já. Bara sú aðlögun fór á stað á fyrsta degi. Þannig að við höfum fordæmið og það bara blasir við hvernig þetta mun virka og svo var þetta settur sendið þeirra á réttan stað til þess að undirbúningurinn gæti nú hafið strax og menn kæmust raunverulega hlaupandi á stað það sem þeir lentu. Já. Þannig að ég held að öll merkin sem við séð hingað til benda til þess að Þorgerður, ég held að hún láti bara Kristrúnu vita svona eins og þarf.
Ég held hún sé ekkert að upplýsa meira en nauðsynd krefur sko því að hún grunar Kristrúnum að spyrna við fótum. Eins og ég heldur að Kristrún hafi verið að reyna að gefa á þau til en bara ræður ekkert við Þorgerði. Nei, hún leikur lausum hala. Ég hef áhyggjur í hvert skipti sem maður heyrir hún sig í útlöndum og hún er yfirleitt í útlöndum, þannig að ég hef áhyggjur flesta daga. Hefur þú sömu áhyggjur af því að Þorgerður sé erlendis eins og þú hafðir af því að Dagur B. Eggertsson kæmi inn í samgönguráðuneyti forðum? Já, þetta er mjög svipað, akkurat. Já, þá lagði ég til að það er hengt upp mynd af honum í andbyrði samgönguráðuneytisins og með skilabónum ekki hleypa þessum mann inn. Hvert skipt sem hann komst á fund Sigurðar Inga eða annað sem þar voru þá náði hann fram einhverju ógurlegri dellu. Já, akkurat, hvort sem flugvöllurinn eða borgarlínu undirbúningur eða hvað það var eða skemma fyrir stofnbrauta framkvæmdum. Akkurat. En hvernig heldur að næstu dagar spilist hjá ríkisstjórninni? Heldur að þau séu núna loksins með plan? Ég er mig grunað þannig að þetta sé eina planið sem þau raunverulega hafa. Ég veit ekki hvort það var að kalla það plan eða plott, kannski hvort ekki. Plott, já, ég sammála. Og þetta er plott gegn íslensku þjóðinni. Höfum það í huga. Og af hverju segi ég það? Vegna þess að henni er ekki treyst fyrir aðild að þessu plotti. Það er unnið í samráði við embættismenn erlendis sem hafa allt annara hagsmun að gæta heldur en íslenskur almenningur og tilraun til að koma Íslandi þarna inn án þess að almenningur á Íslandi sé á nokkrum tímapunkti almennilega upplýstur hvað þetta feli í sér. Á sama tíma, og þetta er nú eiginlega bara niðurlægjandi fyrir okkur, á sama tíma er norska þingið nýbúið að taka mjög eindregna afstöðu gegn því að skoða aðild að Evrópusambandinu. 79% þingmanna felldu tillögu að skoða aðild. 93% norskra þingmanna felldu tillögur aukið samstarf við Evrópusambandið eða reyndar réttara sagt að kanna aukið samstarf við Evrópusambandið til dæmis á sviði varnarmála, 93% felldu tillögu að kanna aukið samstarf. Hér á sama tíma leggjast íslensk stjórnvöld í duftið og fara til Brussel og sannfæra menn þar að hjálpa sér að véla Íslendinga inn í ESB. Já. Þetta er fyrir neðan allar hellur. Mér þótti svona, ef málið væri ekki svona alvarlegt, þá hefði mér þótt krúttlegt að horfa á blaðamannafundinn áðan þegar það er svona stífnuð upp Þorgerður og Kristrún þegar Inga Sæland tók orðið. Einu sinni náðu því fyrst allra þegar var verið að spurja hvort að flokkarnir ætlaði að beita sér í umræðinni með á móti. Hún hélt nú aldeilis ekki og maður sá Þorgerði og Kristrúnu svona stífna í öxlunum og svona varirnar urðu svolítið samanbitnar. En sko, það sem mér þótti athyglisverðast í þessari á þessum blaðamannafundi var þegar ég náði ekki hvort það var Andrés Magnússon eða Andriða sem að spurðu sko erlenda íhlutun. Já, með vísan til ég sammála, það var mjög áhugaður punktur. Og þarna, og ég bara fullyrði að þetta var uppgerð og annarkvort það þær veit ekki neitt sko, er ekki fylgjast með neinu hérna heima. Ef það fylgjast ekki með neinu þá verða þær að fara að gera eitthvað annað sko, bara vinna einhver stað þar sem það er ekki að stjórna sko einhverju sem skiptir máli fyrir hag lands og þjóðar. Það kom í kjölfarspurningar frá Bloomberg sem var svona svolítið eins og plöntuð spurning, hafið þið áhyggjur af því að erlend ríki eins og Rússland getur farið að reyna að skipta sér af. Okkur spurðu ekki Íran. Einmitt. Og já, þær hefðu áhyggjur af því. Rússar getur farið að skipta sér af þessu. En svo kom spurningin frá Andri á Morgunblaðinu. Já, var þetta Andri? Ég heyrði nefnilega ekki spurninguna, en þannig að það var augljóst að svara þetta dæma. Og það fylgdi í kjölfæri og spurði, en hafið ekkert áhyggjur af því að Evrópusambandið geti ætlað að skipta sér af og reka hér áróður, hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nei, ég hef engar ágjörð því. Jú, það er nú bara staðan eins og hún útskýrði og ég hélt að allir vissu, eða þeir sem væri í pólitík yfir höfuð og hefur komið fram í fréttum og komið fram í skýrslu utanríkismál að Evrópusambandið ætlar að beita sér. Það ætlar að reka hér skrifstofu og áróður og styðja við
ESB jákvæða. Já, þetta vissu allir, sko Ósklitla vissi þetta Já, og hún ekki orðin 4 ára. einmitt. Nei, þetta eru þetta fyrir neðan allar hellur og En eins og söður, en já, ef það þannig, ég hef nú ekki heyrt þessu, en ef þetta satt svona að segja, þá náttúrulega það ekki ásættanlegt. Ok, höldum við efnið með þetta. Já, ég held að það mun ekki segja við Evrópusambandið, haldið ekki afti og skiptið ykkur ekki af innanríkismálum á Íslandi. lokið þessar sendiskrifstofu ykkar. Nei, þetta er þetta sko bara fráleitt og tilgerðarlegt eins og versta getur orðið. En sko, það er eins og þeir treysti á að enginn hafi fylgst með neinu. Og og það er auðvitað þannig að sko, maður man nú sko kom eftir yfirlýsingum Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis það hverjir fengju styrki og hverjir ekki til þess að sko vinna þessa umræðu áfram. Já. Það var greinilegt að þá var nú strax farin að reka hornin í þá sem ætluðu að standa fyrir málefnalegri umræðu sko þess efnis að við höfum ekkert inn í þetta brennandi hús að gera. Já. Þannig að en þetta var svona átakanlega hjákátlegt þegar þau þóttust ekkert vita á því. Verandi búin að plotta með Evrópusambandinu hvernig best er það þessu staðið. En Evrópusambandið má þó eiga það að kontóristarnir þar hafa verið svona heiðarlegir hvað ýmsa hluti varðar. Þar bara segja þið frá því að þeir séu þetta að fara leiðbeina Íslendingum í þessum efnum þegar kemur að þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir segja frá því að það sé engar varanlegar undanþágur að fá frá að því að dettur ekki til hugar að neinn haldi það. Nei, einmitt. Þeir hafa aldrei kynnist svona stjórnvöldum áður. Nei. Svona nálgun. Þetta er niðurlægjandi fyrir landið. Eins og við séum ekki bara einhvern veginn norður frá með á nótunum hvernig heimurinn virkar. Nei, akkurat. Þetta er en það er hættið að það verða nóg að taka í þeim efnum á næstunni og síðan eru þetta jáararnir eru búin að forma ótrúlegan fjölda samtaka sem að mun nú væntanlega fara að fá krónu frá Þorgerði hvaða hverjum. En einhvern veginn það að setja atkvæðagreiðsluna á í ágúst bendi til þess að þau ætli sér að reyna að hafa umræðun eins litla og nokkur kostur er. Og mér segir svo hugur að í raun gæti orðið þarna svona gætt aðhalds í ríkisfjármálum þegar kemur að stuðningsaðgerðum vegna þessa. Því að þau auðvitað hafa nú þegar með sér ríkisútvarpið með sína 10 milljarða og fleiri fréttastofur. Þannig að þá lítur Þorgerður að hugsa, það er ekki bara fínt. Eigum við nokkuð að vera að útdeila miklum peningum til þessar já- og nei-hreyfinga þegar við höfum sko elítuna með okkur. Já. Og Evrópusambandið sjálft. Ha? Mættu þeir? Ha? Ég vissi það ekki. Voru þeir með skrifstofu í Reykjavík? Nei. Ha? Síðan, hvað er þetta að segja? Já, og bara búin að segja að þeir ætli að beita sér. Já. En, já, það verður áhald sjá hvort að viðbröðin síðan standast þegar það er svo. Það væri náttúrulega algjörlega ósættanlegt. Algjörlega. Þetta, sko, ég held að sko, þeir sem horfðu á þetta í sjónvarpi hafi bara séð Þorgerði hrista höfuðið á þess að hreyfa það. En síðan sko, hvaða umræðu eru þar að reyna að losna við með því að flýta þessu með þessum hætti? Það er efnahagsumræðan að því planið ef eitthvað plan var einhver tíman virkaði ekki. Allar árásirnar á atvinnulífið, hvert sem er hort til sko, sjávarútvegs, orkuöflunar, landbúnaðar, ferðaþjónustu, hvert sem litið eru linnulausar árásir ríkisstjórnarinnar á rekstrarskilyrði þessara grunnatvinnuga. Vilja þeir ekki losna við þessa umræðu? Við sjáum bara með hvað hætti stefnir í að sko, við með kjarasamninga sé að springa í loft upp vegna verðbólgunar sem er hærri í dag heldur en þau tóku við. Og það var þó allavega, engin veit hvað áttu við fyrir misthefur og voru við nú gagnrýnir á fyrir ríkisstjórn, en það var hún alveg ómögulega á köflum, oftast. En sko, bara engin veit hvað áttu við fyrir misthefur, sko, því að þetta hefur versnað bara sko stórkostlega síðan þá, staðan. Verðbólga hefur hækkað, atvinnuleysi hefur hækkað og það er engin skilaboð sem eru til þess líkleg að draga úr verðbólguvæntingum. Og ég held að sko að hluta til sé það ástæðan fyrir því að það er flýta þessu með þessum hætti að reyna að losna út úr þessu raunheima samtali sem verður eiga sér stað, ekki seinna en þegar kjarasamningar falla, losnu.
Þannig að hérna, þetta er graf alvarleg staða. Þannig að þær eru tilbúin að vanrækja landið, vanrækja fjölskyldurnar, fyrirtækin, vanrækja landsbyggðina sérstaklega og leitast við að beina athyglinni annað, að máli sem að snýst í rauninum að við verðum í miklu lakari stöðu til þess að taka þær ákvarðanir sem að við þurfum á að halda og henda okkur og höfum tekið með góðum árangri þegar vilji hefur verið til, eins og eftir bankahrunið, byggt á fullveldi landsins, nú á að bregðast við erfiðri stöðu með því að gefa frá sér tækin til að laga hana. Akkúrat. Herriði, kæru áhörendur, það verður að nóg að taka á næstunni í þessum efnum. Við vildum svona aðeins að ramma inn það sem að helst brynni á eftir þennan stóra dag í þessum efnum. En ef við ekki að loka með nokkrum atriðum. Jú, Evrópusambandið. Já, er það ekki bara þannig að sko nú þurfa kaffistofunar, bara landið umkring, að passa að stjórnarflokkarnir ná ekki sínu fram. Að þetta fari umræðulaust í gegn fram að atkvæðagreiðslu vegna þess að sko, það er markmiðið að þetta veri rætt eins lítið og nokkuð kostur er. Og ég er viss að sko, eins og ég sagði aðhaldsaðgerðir á útgjaldahlið ríkisfjármálana sem er ekki sko, mikið gert af hjá þessari stjórn, þær munu alveg örugglega lúta því að þetta verði bara eins þægilegt og hægt er í gegnum sumarið, svo bara verði menn í sumarfríi þarna í júlí og inn í ágúst meira og minna og svo komum menn og kjósi með áframhaldi aðlögun Evrópusambandsins á grundvelli, allt öðrum grundvelli heldur en raunveruleikin er. Já, við erum klárir í slaginn fyrir fullveldi landsins, fyrir rétt okkar og getu til þess að taka þær ákvarðanir sem nú þarf til að rétta af efnahagslífið, ná tökum á verðbólgunni, byggja upp atvinnulífið allt land. Við erum til í þann slag. Í þessum slag með munum miðflokkinn eins og hingað til. Heldur betur, en við byggjum fólk að koma með okkur í hann, því að við getum ekki látið þær komast upp með að gefa frá okkur fullveldisréttin til að haga málum hér eins og hentar okkur best, þann rétt sem að hefur nýst svo ótrúlega vel fyrir þessa þjóð frá því að hún varð sjálfstæð og fullvalda. Við getum ekki leyft að gefa þetta frá okkur og það á grundvelli blekkinga. Þannig að við biðlum til fólks að koma með okkur í slaginn og ræða innihaldið og raunveruleikann, hvað snýr upp og hvað snýr niður og útskýra það fyrir sem flestum vinum eða í heita pottunum eða á kaffistofinu og hvað sem að umræður spinnast. Nákvæmlega. Við látum þetta vera lokaorðin í dag. Við heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og bara áfram Ísland. Áfram Ísland.